Kæru málstofugestir, mig langar að bjóða ykkur öll velkomin á málstofu okkar vinnuvernd á hönnunar- og undirbúningsstigi í mannvirkjagerð. Þessi málstofa er framhald að 40 ára afmælisráðstefnu okkar á Vinnueftirlitinu sem við héldum 19. nóvember síðastliðnum og er síðust í röð 4 morgunfunda ólíka þætti vinnuverndar. Þessi málstofa verður aðeins með öðru sniði en það fyrri en hér verða 2 erindi og síðan koma pallborðsumræður. Við byrjum á erindum þeirra Leó Sigurðssonar frá Örugg verkfræðistofu og Önnu Kristínu Hjartardóttur frá Eflu verkfræðistofu en þau munu fjalla vinnuvernd á hönnunar- og undirbúningsstigi framkvæmda. Eins og við eflaust vitið flest hefur sú skylda að gæta vinnuverndarsjónarmiðum á hönnunar- og framkvæmdastigi framkvæmda hvílt á verkefnum stærri verka allt frá árinu 1996 í reglugerð og ákvæði síðan vinnuverndarlögin með lagasetningu á árinu 2018. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða hér í upphafi að það er mikill ávinningur fyrir alla að huga vel að vinnuverndarmálum, þar á meðal öryggismálum, þegar á hönnunar- og undirbúningsstigi framkvæmda. Þá erum við að tala að áhætta er metin á hverju stigi í öllu ferlinu áður en framkvæmdir hefjast. Allt frá teikniborðinu að þeirri starfsemi sem á að vera í viðkomandi byggingu eða við mannvirkið. Þannig má koma í veg fyrir áhættur sem gætu orðið vandamál á framkvæmdastigi eða jafnvel þegar vinnan hefst að loknum framkvæmdum. Þrátt fyrir allt þá má segja að innleiðing þessa hafi því miður ekki náð að festa sig almennilega í sessi hér á landi og langar okkur því aðeins að fara hér yfir í dag hverju sæti og hvað við getum gert í sameiningu til að breyta. Við höfum því boðið hingað til okkar í pallborðsumræður þau Jóð Snæfríði Einarsdóttur, sérfræðingi hjá HSE Consulting, Elías Bjarnason, verkefnastjóra hjá frumathugun mannvirkja á skrifstofu framkvæmda og viðhalds hjá Reykjavíkurborg, Friðrik A. Ólafsson frá mannvirkjasviði Samtaka iðnaðarins og Guðrúnu Ingvarsdóttur frá forstjóra framkvæmdasýslunnar og ríkiseigna en þau ásamt Leó og Önnu Kristínu ætla að taka þátt hér í pallborðsumræðum og fara saman yfir málin og við ætlum að skiptast aðeins á skoðunum þessi mál. Heyrum því betur hér á eftir í hverju ávinningu þessa felst og hvaða leiðir hugsanlega eru færar til að festa framkvæmdum í sessi. En fyrst langum að bjóða Leó að koma hingað upp og fræða okkur vinnuvernd á hönnunar- og undirbúningsstigi. Þegar Leó hefur lokið máli sínu mun Anna Kristín taka við og fjalla forvarnir í mannvirkjagerð. Við munum leyfa spurningar meðan á pallborðinu stendur en ekki meðan erindin eru og eins og ég sagði áðan þá mun Leó og Anna Kristín taka líka þátt í pallborðinu. Gjörðu svo vel, Leó. Góðan dag, ég heiti Leó Sigurðsson, það er mikill heiður og ánægja að vera með ykkur í dag, kæru þátttakendur í fundarsal og ykkur sem takir þátt í hjá Teams. Mig langar aðeins að kynna sjálfa mig til að byrja með. Ég er verkfræðingur að mennt og þar er ekki byggingatæknifræðingur. Ég hef sérhæft mig í öryggis- og umhverfisstjórnun og hef yfir 25 ára starfsreynslu sem byggingaverkfræðingur, yfir 20 ára starfsreynslu sem öryggis- og umhverfisstjóri. Hjá alþjóðlegum framleiðslufyrirtækjum, byggingar, lyfja, olíu- og gasiðnaði. Ég sneri hingað heim á síðasta ári eftir að hafa starfað erlendis í yfir 10 ár og kem beint frá mjög stóru verkefni sem verður stærsta virkjun, vatnsaflsvirkjun nokkurn tímann byggð í Afríku við 650 megavatt og svo 8. stærst í heimi. Í mínu starfi hefur farist miklu leyti í gerð, innleiðingi, rekstur og úttektir á öryggis- og umhverfisstjórnunarkerfum, áhættustjórnun, ástæðu neyðar, rýmingar, viðbragðs- og samfélagssáætlun. Ég einnig farið með yfirumsjón með rannsóknum á alvarlegum og oft flóknum atvikum og slysum í mínum störfum. Nýlega hef ég kynnt mér og aflað mér þekkingar varðandi BREM, vistvottunarkerfi, fyrir nýbyggingar og samfélag. Við snúum okkur að dagskránni í dag. Mig langar að byrja því að ræða aðeins af hverju þessi umræða í dag og forsögu hennar, samkeppni og kröfur markaðarins, hæfnismat og lykiltölur, núverandi stöðu og í hvað átt getum við stefnt, kostnaður vinnuverndar og að lokum er þörf á stefnumarkandi breytingum og þetta er eitthvað sem við getum tekið svo áfram í umræðunni hér í dag.
Nú, af hverju þessu umræði? Þetta er svona umræði sem við höfum haft hérna hjá öryggishóp stjórnvísi í samvinnu við vinnueftirlitið. Við erum að velta þessu fyrir okkur á þessu undirbúningsstigi fyrir þessum ástæðum. Er jafnvægi kröfu vinnumenda á markaðnum til verktaka? Þetta er stór spurning og var velt fram hér fyrir þessari ráðstefnu. Það var fulltrúi Ístaks sem velti þessu fram hér og benti á að allir verktakar ættu að vera á sama standard þegar kemur að vinnumenda. En oftast sé það ekki raunin. Er samkeppni verktaki útboðum sanngjörn? Hvernig á að verðmeta vinnuvendi í magskrá? Er þörf á að auka skilning allra hagsmunaaðila? Er færni ábyrgðarlegri vinnuvend nægilega eða skýr? Og hvernig á að meta þessa færni? Er þörf á strangari viðurlögum við brotum á lagalegum kröfum? Er varðað vinnuvend? Er þörf á stefnumarkandi breytingum á stjórnvöldum? Það varðað vinnuvend við mannvirki gerð. Þetta er svona grunnur þessum umræðu og ég ætla að stikla á stóru á nokkru punkti sem tengjast þessu og síðan tökum við umræðu í lokin. Byrjum á þessu grafi sem hefur líka verið kynnt á þessari ráðstefnu sem lýsir svona þessu ferli við framkvæmdir. Og eitt af mikilvægast sem við erum að ræða í dag, það er fyrstu og annar áfangi, það er forhatun og það er áætlun að gera, það er undirbúningur framkvæmdir. Og ég veit enda meina að auðlindir sem sjá mér svona svolítið að fara þarna upp mest á framkvæmdatímann, þarna er kannski að huga því að bæta við auðlindir þegar kemur að undirbúningi framkvæmda. Og kannski vantar ekki þessu hér, hvað er notkun? Það er notkun eftir framkvæmdina. Þá erum við að tala um það, hversu örugg er mannvirkið, bygging eða brúin eða hvað við erum að tala með til notenda. Og er búið að áhættu með í rauninni notendur þessum skilningi. Og þeirra til að mynda hegðun, er búið að skoða þeirra mögulega áhættu hegðun á notkunar tíma. Taka til þess í hönnun. Þetta er mjög mikilvægt að huga að og það er náttúrulega í dag komið ný tæki og tækni sem að aðstoða við þetta og hefur komið fram á þessari ráðstefnu til að mynda BIM-kerfið, það er að sjá í 3 eða 4 bíl hönnun bæði til framtíðar og sjá það mögulega áhættu þætti að tengjast notkun á notkunartíma mannvirkisins. Þetta er mjög áhugavert, vindgreining að koma líka hérna inn og svona umhverfið veður fara og annars slíkt og þetta má skoða strax í hönnun og skipulagi og taka til í hönnun á mannvirkjum. Nú, hvað er svo markmiðið? Markmiðið og framtíðarmarkmiðið er náttúrulega það að koma nefnilega í skada. Bæði á framkvæmdatíma og á notkunartíma. Og förum aðeins yfir í kröfu markaðsins, samkeppni á kröfu markaðsins. Við vitum öll í dag að þá eru lagalega kröfur. Þessar lagalega kröfur eru undirstaðan fyrir alla verksamninga. Það eru vinnumyndalögin sem eru rammalög og undir þeim eru margar reglugerðir og reglur sem að tekið þá á mestu leyti undir vinnueftirlit ríkisins. Og þarna erum við að tala grunnatriði eins og að framkvæma átómat skilir sín í öryggis- og heilbrigðisáætlun, þessi innra starf vinnuverndar til staðar og að þessi staðið við það að hæfni viðkomandi aðila sé nægileg. Og ef hún sé ekki nægileg, þessi leita til aðila sem hafa hæfni til þess að ráðgjafa fyrirtækjum í þessu sambandi. Og svo er það byggingarreglugerð og hún er mikilvæg þessu sambandi af því og þetta er eitt af mikilvægum umræðu þáttum í dag, að það er krafist í byggingarreglugerð að það skuli vera greinargerð öryggi við hönnun á framkvæmdinni eða á mannvirkjum. Og þetta er oft gert mjög vel en því miður þá er þetta stundum ábótavant. Nú, verksamningar, eins og ég sagði á hann, grunnatriðin í verksamningu eru yfirleitt lög og reglur, þetta eru að uppfylla lög og reglur og það er leiðandi vinnumverndarlög og byggingarreglugerð. En stundum eru viðbóta kröfur og við ætlum að fara yfir nokkuð dæmi hér á málstofunni sem tengir þessum viðbóta kröfum eins og hjá þessum nefndu fyrirtækjum mér og stofnunum, Kópavogsbær, Landsvirkjun, Framkvæmdasýslu ríkisins, Isavia og OR. Og sjálfsagt mætti meira nefna og þið getið ábyggilega bætt eitthvað við hér í umræðunni eftir, en byrjum á þessu. En við skoðum til að mynda verkefni sem ég er sjálfur að vinna fyrir Kópavogsbæ, sem er bygging á nýjum kaftaskóla. Þá er þessi grunnatrið til staðar og svo er almennt lýst hverju öryggis- og heilbrigðisáætlun eigi að lýsa. Og því til viðbótar þá er þetta svansvottaður skóli og það stendur líka mjög skýrt að það skuli uppfylla lagalega kröfur. Og þetta er svona grunnurinn og það er ekki farið mikið meira fram á þetta, heldur þessi atriði. Nú Landsvirkjun hins vegar er náttúrulega með grunninn fyrir hendi, en því til viðbótar að þá til að mynda öryggishandbók sem við leggja fram og verktakar þurfum að fylgja og sjálfsögðu standast kröfur sem koma fram.
Og í stærri framkvæmdum og endurbótum verkefnum, þá þarf verktaki að tilnefna ÖHF fulltrúa verks og verkstæð. Og þetta þá tekið inn í kostnað á verkinu. Og þetta svona, að ég tel, einsdæmi á Íslandi, en mögulega eru fleiri og þá getum við rætt það eftir, en ég tel að þessi einsdæmi Íslandi að þessi reikna með þessum kostnaði í stærri framkvæmdi hjá Landsvirkjun. Nú, ef við skoðum aðeins Framkvæmdasýslu ríkisins sem hefur náttúrulega ákveðnum skyldum að gegna. Hér hefur við fulltrúa Framkvæmdasýslu ríkisins og þetta getur hún bætt við þetta eftir, en það eru lög sem kveða á skipan opinberra framkvæmda. Og aftur almennt þessi grunnkrafa hjá Framkvæmdasýslu ríkisins sem snúa því að uppfylla grunnkröfur. Lög og reglur, það áætlun og það áætlun. Og svo erum vistvottarbyggingar ræða sem eru nokkuð algengt í dag. Þá þarf að uppfylla kröfur þessi vistvottunarstaðla eins og brem eða svansvottun. Samkvæmt kröfum staðlana sem yfirleitt lágmarkskröfur og lög og reglur. En það fer líka eftir hvaða skori verið að leita stað, en það snýr nú meira að umhverfismálum en öryggismálum. Nú, hæfnismat. Þetta mjög mikilvægur þáttur og hæfnismat fyrir vinnumenn algengast hjá einkageiranum, en minna hjá ríki og sveitarfélögum. Dæmi þá sem krefjast hæfnismats myndi ég fyrst og fremst nefna Isavia. Þeir, að ég tel, vera mjög framalega í þessum málum. Þeir krefjast því að bæði verktakar og reyndar hönnunaraðilar skili inn gögnum og eru síðan metnir út frá því. Þeir vinna til að mynda með matslíkan fyrir lykilhæfni einstaklinga í verkum. Svo eru sértækar reglur sem snúa af samkvæmt útboðslýsingu, sem snúa aftur af öryggis- og heilbrigðisáætlun, öryggishandbók, áætlunum og áhættumati. Síðan eru aðilarnir metnir og þeir eru valdnir með til hæfni og svo væntanlega kostnaðar. OR eru líka mjög framalega og styðja mjög vel við sína verktaka. Þeir nú á gagnkvæmni í áætlunarfrumyndar, ramma öryggis- og heilbrigðisáætlunar. Þannig að þeir fá virkilega góða aðstoð í að vinna sitt verk. Þeir eru hins vegar aðeins metnir í lokverks, eins og ég skil þetta, og eru það væntanlega notað sem grunn til framtíðar. Við getum nefnt fleiri aðila, hérna kannski eftir, ef þið hafið eitthvað sem við viljum ræða frekar. Nú komum aðeins inn á hvað áttið með hæfnismat fyrir vinnumenn. Það því það að hægt sé að meta færni og reynslu fyrirtækjum til að greina lykiltölu vinnumenn. Það oft talað reactive, það sé óframsækin, eða proactive, eða framsækin. Við skoðum að þessi reactive eða óframsæknu lykiltölur, þá þetta tölur sem ekkert að breyta. Þetta sem búið að gerast og þetta á sjálfsögðu við slysatíðum, eða hjöldi slysa. Nú, þetta þá slíknir ákveðið tímabil, þetta mætti náttúrulega huga því að setja hérna inn í kröfur og mata á fyrirtækjum og verktökum að skoða þessar tölur. Yfir ákveðið tímabil og þetta reiknað sem hér á landi yfir hverja 200.000 vinnustundir. En ég hef eins og komast að því að það vöntun á frekari greiningu slysatíðni einstakra iðngreina á Íslandi, til dæmis byggingar iðnaðar. Ef þetta væri til staðar, þá var þetta að meta betur árangur einstakra fyrirtækja og bera saman. Hins vegar eru sum fyrirtæki sem hafa rauninni birt þessar tölur í sínum samfélags- eða sjálfbærniskýrslum og eru aðgengilega á internetinu. Til að mynda sjáum við hér dæmi og þetta með 200.000 vinnustundir. Landsvirkjun árið 2020 er 0,32. Þar aðeins eitt vinnuslys að baki. Rio Tinto 2020 0,25, aðeins lægra heldur en Landsvirkjun, en samt að baki 32 meiðsl og 1 alvarlegt slys. Þarna sjáum við að vinnustundirnar spila inn. Við ímyndum okkur 24 tíma vaktir, unnið 7 daga vikunnar, hvernig það skipulagt, mjög mikil vinna og margar vinnustundir að baki. Alcoa hins vegar, geysilega góður árangur á 2020, ekkert vinnuslys, árið þar á undan, 0,462. En þetta eru tölur sem við ætlum að vinna með og við getum borið saman og sakið hátt í ýmsu iðnaði á Íslandi og einnig fyrirtæki. En hvernig stendur byggingariðnaðurinn á Íslandi sig? Móðum aðeins tölur til saman. Heildarfjöldi slys á síðustu 2 árum voru 2020 1753 slys, 2021 og 1721, ekki endalega stafistar tölur en líklega. Og af þessum slysum við skoðum þá næstu glerur, þá sjáum við hvað byggingar og mannvirkjaiðnaðurinn hefur margar prósentur af þessum tölum. En skoðum líka banaslys.
Þetta náttúrulega alveg slys sem við viljum koma með fyrir, við viljum útiloka. Bygging og vikið mannvirkja var með 75% af þessum slysum síðan 2 ár. Þessi 2 af hverjum 3 annarslysum. Þetta ásættanlegt? Að mínu viti það ekki ásættanlegt. Og ég tel að þetta þurfum við að stöðva, stöðva þessa þróun og koma með fyrir banaslys. Og það hægt. Það vissulega hægt. En varðandi mannvirkjagerðina, ef skoðum að fjöldi slysa hjá mannvirkjagerð, þá sjáum við að 2020 þá voru 117 slys af þessari heild sem nefnda og 2021 85 slys. Við sjáum að flest slysin verða við byggingar íbúðar atvinnu húsnæðis. Eða 2020 yfir 70 og árið þar á eftir milli 50 og 60. Síðan skiptir þetta mun læra niður á aðra greinar eins og pípulagnir og svo framvegis. En flest slysin eiga sér stað við byggingu íbúðar atvinnu húsnæðis. Svo áherslu að skoða hér fjöldi slysa niður við stærri fyrirtæki. Hér sjáum við til að mynda að því stærri fyrirtæki sem í stærsta flokknum, þessi 500, 250 upp á 500 starfsmönnum, með fæst slysin. Eftir því sem að fyrirtæki eru minni eða meðalstór fyrirtæki, með fleiri slys. Þannig að það er greinilega að huga því að styðja og aðstoða þessi fyrirtæki, þessar fyrirtæki í undirbúningi og að setja upp öflugt innastarf og stjórnkerfi fyrir öryggisstjórn. Nú þá má líka nefna árið 2015 til 2019 og það voru skráðar fyrir 90.000 vinnuslys í byggingarinnar. Eða það vil 200 vinnuslys á ári, eða 17 á mánuði. Og ef við skoðum aðeins núna það dæmi hvernig lykiltölu við getum horft á við að meta fyrirtæki gagnvart framsóknum lykiltölum. Til að mynda, hafa fyrirtæki sett sér stefnur og gildi, hafa þau sett öryggisstjórnunargerðir, til að mynda vottað, eins og 45 eða óvottað, eru til staðar áhættumöt, verkferlar, öryggis- og heilbrigðisáætlanir til staðar, fyrir saga þeirra með tildi málaferla, sekta, verkstöðunar, fyrir hæfni og reynsla, lykil einstaklinga og fyrirtækisins með tillit til vinnuverndar. Eru til tölur fjölda úttekta eða skoðana álega, til þjálfunaráætlun fyrir vinnuvernd sem tekur á nýliðafræðslu, sérfræðifræðsla eða svokallaður toolbox-talk fyrir öryggismál. Hafa þeir haft fundi með starfsmönnum? Það skráð til að mynda öryggisnefnd? Hafa fyrirtæki skráð næstuðslys og hver fjöldi þeirra? Því þetta í rauninni proaktiv að sjá fyrir slys, koma með fyrir það og læra af því. Dæmi niðurstöður rannsókn og lærdóm á næstuðslysum. Hafa fyrirtæki virkilega farið í rannsókn og farið í rótagreiningu á slysum, dregið lærdóm af því og kynnt það með starfsmanna sinn. Þetta mjög mikilvægt líka. Og síðast en ekki síst, dæmi öryggi hönnur sem hefur skilað árangri í forvörðum. Hér saga fyrirtækisins með tillit þess. Þetta mætti til að mynda meta. Kostnaður vinnuverndar reiknað með kostnaði vinnuverndar í útboði. Almennt ekki. Þetta yfirleitt innifalið í öðrum kostnaðum. Auðvitað þessi aðbúnaðarsköpun, öryggisstýringar og framvegis reiknað með þessu kostnaði, en öðru leyti ekki. Og þetta er helsti gat fyrir útboðsgagna og algeng ástæða þess að fjármunir er ekki settir inn í vinnu. Stærri verkefni hins vegar, sem nefndi á Landsvirkjun, krefjast stöðugildi til að sinna öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismálum. Það er staðreynd að kostnaður vinnumverndar eykst ef ekki reiknað með honum í undirbúnings-, hönnunar- og útboðsferli. Að lokum þörf á stefnumarkandi breytingum. Stór spurning en það tel ég vissulega vera fyrir hendi. Við vitum að ávinningur við að vinnuvernd verði betri hagur alla, fækka slysum, útiloka banaslys, lækka slysættíðni, minnka fjarveru. Þetta hagur starfsmanna og hagur fyrirtækja. Samkeppnishæfni Íslandsbyggingarinnar verði meiri, lykiltölur innleiðir til að mæla árangur í vinnuvernd, að hagsmunaaðilar setja fram kröfur í úrvalssöfnum til að ná samræmi milli aðila. Nú hvernig á svo að meta verktaka eða undirverktaka hæfi vinnuvernd? Þetta eitthvað sem þarf að skoða og það eru til aðferðir til þess. Klárlega. Og einstaklingar. Það eru til að mynda kerfi frá ENSFO í Evrópu sem eru evrópsk samtök fyrir alla samtök fagaðila í vinnuvernd. Svo nýlegt dæmi frá Build UK sem stöðluð aðferð til þess að meta fyrirtæki og verktaka á öllum sviðum reksturs, þar á meðal öryggis og umhverfis. Og
þetta aðgengilega á netinu og til að mynda mætti skoða þetta með samtökum iðnaðarins og fleiri hagsmunaaðilum. Skýrt hvernig að framfylgja byggingarreglugerð nær til vinnuverndar? Hvenær farið fram á skilasýn greinargerðar öryggismál? Þetta mikilvægt að við reynum að svara hér í dag. Og viðurlög. Því miður verður að segja að þau hafa lítið sem engin hvetjandi eða þvingandi áhrif fyrir atvinnurekstur í gera öryggis- og heilbrigðisáætlun og eða framkvæma áhættumat. Það þarf ekki annað en að skoða nýlega dóma sem hafa fallið á fyrirtæki sem hefur verið sannað og sýnt fram á að þau hafa ekki staðið sig í og ekki staðið við skyldu sínar ábyrgð í að setja fram áhættumat, öryggis- og heilbrigðisáætlun, verkferla og þjálfa starfsmenn. Og af því hefur hlotið spanaslýst af. Fólk dæmt, fólk fundið saknæmt fyrir það, en þetta er skilorðsbundnir dómar og aðrir eru dæmdir til að greiða lögmunum sín. Og við það líkur málunum. Ef þið farið til Bretlands sem dæmi, þar eru lög sem heita manslaughter law. Þar eru stjórnendur dregin til ábyrgðar. Jafnvel þurfa að sæta fangelsisvigtun, fangelsistíma ef þeir eru fundið sekir. Ég hafa ekki staðið sig í því að innleiða vinnuvernd, áætlanir og áhættumat inn í sín rekstur. Þannig hver framtíðarsýn öryggi í hönnun? Það eitthvað sem við ætlum að taka áfram hér á umræðum í dag og þá þakka ég kærlega fyrir. Já, komið sæl. Ég heiti Anna Kristín, þetta er Efli verkfræðistofu. Ég ætla að ræða forvarnir á hönnunarstigi í mannvirkjagerð við nýbyggingar eða við endurgerð. Já, ég ætlaði líka að segja frá því að við ég og Snæfríður sem er hérna og Lea, við erum öll í félagsskap ráðgjafar sem heitir Stjórnvísi og við erum hóp sem fjallar öryggis- og heilbrigðismál og við höfum lengi talað fyrir því að eiga þetta samtal við vinnueftirlitið. Af því við höfum oft verið að velta fyrir okkur af hverju eru hlutirnir svona en ekki hinsegin. Og þess vegna bönguðum við að dyrna hjá vinnueftirlitinu og vildi fá þetta samtal en þau voru með krókamóti bræði og buðu okkur í heimsókn að halda erindi og þess vegna erum við hérna í dag. Já, þetta félagsskráin mín, ég er menntaður arkitekt og verkefnastjóri. Ég vann sem arkitekt í 12 ár. Við hefðbundin arkitektustörf og ég verði viðurkenna það á því tímabili hugsaði ég lítið sem ekkert öryggis- og heilbrigðismál. Nema náttúrulega að því marki sem við vorum að fjalla byggingarreglugerðina. Og það er í raun og veru byggingarreglugerðin sem fjallar öryggis- og heilbrigðismál í byggingunni hún er komin í starfsemi, þegar það er búið að afhenda hana í starfsemi. Og byggingarreglugerðin er meira og minna öryggis- og heilbrigðismál, má alveg segja. Og síðan árið 2008 hafa við nám í verkefnastjórnun og byrjaði að vinna hjá verktakafyrirtæki og þar var ég munstruð upp sem öryggisfulltrúi og þurfti í fyrsta skipti að fara að hugsa öryggis- og heilbrigðismál og fara að setja á mig öryggisgleraugu. Og það er ferli sem að tekur mörg ár að koma sér inn í og læra og þjálfast. Nú árið 2013 fór ég að vinna á verkfræðistofunni Eflu og var að vinna sem verkefnastjóri en líka sem sérfræðingur í öryggis- og heilbrigðismálum. Og þá fór ég bæði að vinna við það að gera gögn á hönnunarstigi áður en að framkvæmdin hefst. En svo hef ég líka verið í öryggiseftirliti og það er mjög mikilvægt að vera líka með puttan á púlsinum, sjá hvernig hlutirnir eru gerðir á verkstað. Þannig að ég tel mig hafa ágætis bakgrunn til þess að tala það sem við ætlum að tala í dag. Nú, yfirlit erindisins hver ábyrgð eiganda í öryggis- og heilbrigðismálum, hvað öryggis- og heilbrigðismál á hönnunar- og undirbúningsstigi, reglugerðin sem við ætlum að fjalla talar hönnunar- og undirbúningsstigi og svo framkvæmdastigi. Samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismál á hönnunarstigi. Það til samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismál á framkvæmdastiginu og það vita eiginlega sirka bótt allir hvað hann á að gera.
En hvað á þessi samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á hönnunarstigi að gera? Síðan það tilkynningar framkvæmdir til Vinnueftirlitsins og hver ávinningur af öryggisstjórnun á hönnunarstigi, ég get sagt þetta frá því bara frá eigin reynslu, og hvaða aðferðafræði í öryggisstjórnun á hönnunarstigi. Já, þegar ég fór að vinna á efni, þá fór ég líka að ég líka sérfræðingur í vinnuhönd sem ég tók próf í Vinnueftirlitinu og þá fór maður að lesa lögin og reglugerðirnar. Mjög spennandi. Og þetta eru lögin sem allar reglugerðir Vinnueftirlitsins grundvallast á. Það eru lög nr. 46 frá 1980. Þetta eru 42 ára gömul lög. Og síðan ætla ég að tala þessar tvær reglugerðir, aðalega þessar reglugerð sem heitir 547 frá 1906 sem heitir því þjála nafni reglugerð aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkja. Stutt og laggott. Og hvað segir reglugerðin ábyrgð eigandans? Eigandi sem sagt sá aðili sem óskar eftir mannvirkinu og fjármagnar mannvirkið. Það getur verið notandinn sjálfur sem líka verkkaupi, en það getur líka náttúrulega verið aðilar eins og Elías og Guðrún sem eru að byggja fyrir hönd notendana. Þið eru þá verkkaupar í raun og veru. Það getur líka verið verktaki ef hann ætlar sér síðan að selja bygginguna til notandans. En á meðan hann fyrst verkkaupi líka. Þessi verkkaupi hann á að skipa þennan samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana á hönnunarstigi. Og síðan á hann að sjá að það sé gerð öryggis- og heilbrigðisáætlun. Þetta eru svona skilyrðin en oftast eru þetta þetta er skilyrðin fyrir því að þau eru að gera ef þetta er mjög lítil framkvæmd þá þarf kannski ekki að gera þetta. Og hvað segir reglugerðin öryggismál á hönnunar- og undirbúningsstigi? Það á að gera ráðstafanir til að tryggja að framkvæmdin verði örugg. Og hvernig gerir maður það? Hvað segir reglugerðin þennan samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana á hönnunar- og undirbúningsstigi? Hann í raun og veru þessi sérfræðingur sem að verktakinn ræður til sín til að sjá öryggis- og heilbrigðismál. Því oftast það þannig að notandinn sjálfur, hann kannski veit ekkert alveg mikið öryggismál. Sérstaklega ef þetta er notandinn, þá þetta getur verið bara fórstjóri einhvers fyrirtæki sem að framleiða grænar baunir og hann ekkert mikið inn í öryggis- og heilbrigðismálum. Þannig að hann ræðir til sín þennan sérfræðing. Ég lít allavega á það, þessi samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála sérfræðingur í öryggis-, heilbrigðis- og vinnuverndarmálum. Hann á að vinna að öryggis- og heilbrigðisáætlun, í raun og veru á hann að vinna einhvers konar plagg sem að hann kemur áleiðis til framkvæmdarinnar og í raun og veru búið þá að gera einhvers konar áhættumat til framkvæmdina. Það á líka tilkynna fyrir framkvæmdir til Vinnueftirlitsins. Og þetta á ábyrgð verkkaupa að gera það. Í þessari tilkynningu þar kemur í ljós þá hverjir eru þessir aðilar. Hver verkkaupi, hver samræmingaraðili á hönnunarstigi og hver samræmingaraðili á framkvæmdastiginu. Þetta eru tvær línur í þessu plaggi, þannig að það alveg skýrt að þetta eru tveir aðilar. Það líka mjög lógískt að samræmingaraðili á öryggis- og heilbrigðismála á hönnunarstigi sé manneskja sem hefur meira vit á hönnunarstiginum. Síðan hinn aðilinn sem í raun og veru hefur meiri vit á framkvæmdum. Það þarf ekki að tilkynna þessa framkvæmd fyrr en bara að framkvæmdin hefst og yfirleitt þetta gert bara rétt áður en að framkvæmdin byrja.
En þá náttúrulega bara allt hönnunarferli búið. Svona lítur þetta eyðublað út. Og það þarf að segja, já, það líka byggingarstjóri. Og hver ávinningurinn af forvörnum í öryggis- og heilbrigðismálum á hönnunarstigi? Það náttúrulega þetta eins og hann Leó búinn að segja, minnka slysatíðni, koma í veg fyrir banaslys, bæta aðstöðu starfsmanna á framkvæmdatímanum, að það verði gerðar öruggari byggingar sem skaða ekki heilbrigði notenda, að minnka eignatjón á framkvæmdatíma og skaða ekki og valda ekki skaða á umhverfinu. En það sem ég kannski ætla meira að tala núna líka þetta að ef að gerð svona öryggis- og heilbrigðisgreining þá kemur það í veg fyrir kostnaðarsöm frávik á hönnunarstigi. Og þarna erum við þá að tala að það eigi líka að gera svona rýni, öryggis- og heilbrigðisrýni á húsið þegar það afhent til notandans. Það sé búið að gera þessa rýni og þá í raun og veru lágmarkar maður frávik sem þar mjög kostnaðarsamt að breyta á framkvæmdastiginu og jafnvel þegar húsið bara komið í starfsemi. Það sem líka mjög mikilvægt að ef að verktakar fá mjög greinargóða öryggis- og heilbrigðisáætlun frá hönnuðum og á hönnunarstigi, að því að í raun og veru það það sem við viljum að það sé gert, að þetta sé gert með hönnuðunum, að þá eftir því sem að verktakarnir fá betri upplýsingar öryggis- og heilbrigðismál í útboðsgögnum og gera þessi betur grein fyrir hvað framkvæmdin hættuleg, og þá geta þeir betur gera sér grein fyrir hvað hlutinni kostar og hvað öryggismálin kosta í framkvæmdinni. Og það sem mér finnst síðasti punkturinn það sem ég var að tala að setja fram vitneskju hönnuða þegar hönnuðirnir að hanna mannvirki, þeir hafa mjög mikla vitneskju jafnvel það hversu hættulegt annarkvort byggingi getur orðið eða framkvæmdin getur orðið. Og hvernig þetta gert? Hvernig hönnunarstjórnun, öryggisstjórnun á hönnunarstigi? Það á að gera öryggis- og heilbrigðisáætlun samkvæmt reglugerðinni, en þessi öryggis- og heilbrigðisáætlun getur lýst markmiðum verkkaupa í öryggis- og heilbrigðismálum, stefnu verkkaupa, aðferðafræðinni sem að verkkaupi hugsa sér að gera bæði á hönnunarstigi og hver ber ábyrgð á hverju, hvaða skilagögnum verður skilað inn í til dæmis útboðsgögnin og að það gert áhættugreining með hönnuðum, bæði þá fyrir fullbúið hús í starfseminni og fyrir framkvæmdina. Og á hönnunarstigi á að breyta hönnun ef að það uppgötvast frávik eða komið tillögu til að eyða út hættulegum atriðum eða minnka áhættu. Að hafa öryggis- og heilbrigðismál í fókus á hönnunartíma og auka vitund allra þátttakenda öryggis- og heilbrigðismál. Og þetta samtal allra aðila öryggis- og heilbrigðismál á hönnunarstigi, á hönnunarfundi. Eins og ég að vinna fyrir Ísafía núna og við höfum gert það þannig að við höfum búið til svona greiningatól og við leiðum í raun og veru vinnuna með hönnuðum að reyna að finna þessar hættur. Og síðan út frá þeirri greiningavinnu og rýnivinnu búum við til áhættumat. Og þetta áhættumat verður hluti af útboðsgögnum. Og síðan tekur verktakinn þetta áhættumat og gerir sitt eigið áhættumat. Þannig að það búið að flagga öllum áhættum til verktakans. Þær áhættur sem að uppgötvast í húsinu sjálfu, það reynt að
að endurhanna og breyta húsinu til þess að það gerist ekki. Þannig að það má kannski segja í umræðinu byggingarreglugerðina að byggingarreglugerðin eigi að koma í veg fyrir að það sé komið frávik í varðandi öryggis- og heilbrigðismál í húsinu. En mér finnst allt í lagi að þetta sé líka hluti af þessari rýni á hönnunarstigi. Það má rýna húsið með þessum öryggisgleraugun. Já, takk fyrir. Já. Kærar þakkir fyrir þessi áhugaverðu erindi. Nú ætlum við að vinda okkur í panelinn og þá breytist aðeins sjónarmiðið. Þetta er svolítið æfing að vera streymi panel, en við sjáum. Þess að nú sjáum við okkur öll sem erum hér og kannski ef ég bið ykkur að kynna ykkur fyrst árum við hefjumst handa svo að fólk viti hver við erum. Ég heiti Hanna Sigríður og er forstjóri Vinnueftirlitsins og Anna Kristín Snæfríður hjá HSE Consulting. Ingvarsdóttir, forstjóri framkvæmdastjórnar ríkiseigna. Friðrik Ágúst Ólafsson, starfsmaður Samtaka iðnaðarins á mannvirkjasviði. Elías Bjarnason hjá skrifstofu framkvæmda og viðhalds Reykjavíkurborg. Leó Sigurðsson, verkfræðistofan Örugg. Kærar þakkir. Nú höfum við verið að heyra mjög áhugaverð erindi mikilvægi þess að huga að vinnuverndarmálum þegar á hönnun- og undirbúningsstigi framkvæmda sem er gífurlega mikilvægt að mínum mati. En mér langar svona að heyra ykkar skoður á þessu og þá hvaða ávinning þið sjáið og ég held svona fyrir þá sem hlusta væri líka gott ef þið hafið eitthvað gott dæmi til að úr raunheimum til þess að virkilega sýna hversu mikill ávinningur þetta er. Og Guðrún, ef þú vilt ríða á vaðið. Þetta var fyrst kærar þakkir fyrir að halda þessa málstofu og gaman að fylgjast með stjórnvísi, margt að vera þar og vera að taka frumkvæði að ýmsu sem lítur að öryggismálum og þá líka til dæmis varðandi aðstöðuna, hvernig nýtum við byggingarnar að vinna hverju eftir við erum búin að reisa byggingarnar. Það er bara virkilega ánægilegt og þetta er náttúrulega rosalega mikilvægur þáttur, öryggismálin, og þau eru rosalega margslungin. Og það kannski sem er alltaf einkennandi fyrir hann að lesa byggingarinn að hann er svo mikil keðja og hann er svona svo tímabundið risafyrirtæki sem verður til og svo er því sundrað eftir hvert verk. Og við vitum líka að það getur verið þannig að hönnunarhópurinn alveg sér og með algjörna sín, svo myndast hann fyrir svona virkisgröf yfir í útboði og þá tekum við verktaki og það er gríðarlega mikið þekkingu og innsýn í verkið sem skila sér ekki áfram. Og við vitum alveg ágætlega hvað það var fyrirskrifa. Ég held að sá þáttur sem við erum kannski best í eins og staðinu núna 2022 er að segja, hvað viljum við leggja sem línu? En við erum ekki að fylgja því eftir. Við erum ekki í því að miðla því hvað er, til dæmis bara að öryggisáætlanir og fleira, að koma þeim út í vitund hópsins. Ég ætla að fullyrða að halda því fram að hugtakið að það beri að vinna einhverju á undirbúningsstigi framkvæmdar, að ótrúlega margir túlki það sem bara þegar þú ert að undirbúa verkstæðin, ekki hönnunarstigi. Og ég held þessi rosalega mikilvægur punktur að einhvern veginn, getur jafnvel snúðsbarðumlegin að orðverulagi í reglugerðinni sem myndi auka vitund þetta. En ég held að fæstir tengi við hönnunarháttinn og hann er mjög mikilvægur. Og því náttúrulega á hönnunarstigi, alveg eins og til hvers er hönnunarstigi, það er til þess að simulera framkvæmd byggingarinnar og hvernig hún mun virka í framtíðinni. Að samanskapi höfum við þar tækifæri til að simulera hvernig getum við fyrirbært slysi. Mér langar líka að skjóta en ég held ég stundum nota samlíkinguna með öryggismálin, eins og við þekkjum þau sem höfum eignast börn, að þau eru svona lítið barn, lappar inn í eitthvað rými á einn stað og þú skannar slysahættur á 0,1. Og þegar barnið er orðið 5 ára þá bara glatar þessari hæfni. Öryggismálin eru svolítið þannig.
það þarf einhvern veginn að halda þeim að manni alla daga og vera að minna mann á þau þess að við erum svo selektív á sjón. Og þetta okkur mikið umhugsunarefni hjá framkvæmdasýslunni ríkiseignum núna. Hvernig getum við einhvern veginn náð að láta þetta svona filtra inn í kúltúrinn? Og auðvitað þurfa að vera viðurlög og einhvers konar svipur í kerfinu okkar þegar einhver bregst. En það þurfa helst að vera fullt af gulrótum og gulrótirnar þurfa að vera í gegnum allt ferlið og varðandi það með hæfnimatið sem ég held að sé mjög mikilvægt. Þar á vandinn sá að það eru svo erfitt að fá gögn. Við vitum að það er það mikið kennitölurbreytingum í byggingageirinum að þú getur verið í 3 verkum og þetta er eiginlega sami aðalegu en það er samt ekki lagalega séð. Og hættan er líka svo að það getur komið ákveðin freistnivandi að slys séu ekki skráð vegna þess að verktakinn veit að ég skráði slys núna að þá geti lent í vandræðum seinna. Og svo erum við auðvitað líka kljást við það að gjörbreytingar síðustu áratugum. Við erum með lang flesta á hverjum verkstað erlend vinnuafl þar sem að oft er ekki vitund réttindin og jafnvel hræðsla við að vekja athygli á því sem betur má fara. Ég veit þetta var langt og kannski ekki mjög skýrt þar, en það sem ég að segja er að þetta er svo ofsalega margslungið ferðalag og við erum á mínum bæ mjög áfram í að virkilega velta við hverri þúfu af því við vitum að það er svo mikill vilji. Hver vill ekki út í geiranum, hver vill ekki allir koma heilir heim? Það er bara þannig. Það er algjörlega okkar ásetningur að allir komi heilir heim og við viljum gera allt til þess að það sé mögulegt. En Friðrik, vilt þú bæta ykkur við? Já, ég kom nú með nokkra punkta og svo er ég búin að bæta við. Takk fyrir góð erindi. Þetta er bara nauðsynlegt að taka þetta samtal. Samtal þarf að vera meira og oftar. En það er áberandi, finnst mér, í þessum bransa, þar sem að ég er nú búin að tala lengi fyrir já og Guðrún með mér, samstarf er lykill að árangri. Það má ekki gleyma því. Þannig að fræðsla, það er bara þarf að bæta. Það er bara nauðsynlegt. Og við vitum alveg hvernig það er. Vinnueftirlit ríkisins reyndast og stóð lengi fyrir alls konar námskeiðum. En einhverju hluta vegna er bransinn ekkert að líta neitt voðalega jákvætt á ver, ég nota styttinguna. En ég veit að það er eitthvað samtal búið að hefjast milli ver og hinn ýmsu fræðsluaðila. En ég hef lengi verið talsmaður þess að ver fari meira inn í skólana og þá bara með kynningu, okkur vantar meiri fræðslu. Það er bara það sem maður vantar. Síðan er Iðan fræðslusetur og rafvinnaskólinn sem að auðveldlega geta komið í samstarf. Sérfræði þekkingin verður alltaf hjá ver og hún miðlar því til þessar endurmenntunarstofnunar eða framhaldsskóla. En varðandi útboðsgögn að þá kom Anna Kristín svolítið inn á það sem ég ætla að nefna að það verður að vera skýrt í útboðsgögnum. Nú er ég að hugsa fyrir hönd verktakana. Þannig að ef að það er ekki skýrt í útboðsgögnum, til dæmis einhvers konar gátlisti eins og Anna Kristín kom inn á, að verktaki þarf að haka ég er með öryggis eða áhættugreiningu sem leiðir til öryggis og heilbrigðisáætlana. Ég er með sérstakt atriði varðandi vinnuvernd. Þetta þyrfti alltaf að vera mjög skýrt þannig að það sé alltaf verið að bera saman sömu tilboðin. Bara skýrleiki í gegnum þetta allt. Síðan vantar að hönnuður og eigendur og framkvæmdaraðilar rýni gögn saman eins og Guðrún kom svolítið inn á. Við hjá Samtökum iðnaðarins fórum af stað í gegnum Iðana fræðslusetur með námskeið. Buðum þessum aðilum að koma saman, rýna gögn og við eigum tölvupósta ég man alltaf eftir fyrsta námskeiðinu frá eiganda þar sem að þakkaði fyrir og þetta var bara varðandi rafmagnsþáttinn í einbýlishúsi. Við spöruðum með 100.000 af því að þarna fórum menn að tala saman. Brjótum niður múra. Þetta er búið að vera sameiginlegt baráttumál okkar Guðrúnu og hún kom inn á það. Við verðum að brjóta niður múra. Hefjum samtalið áður en framkvæmdin hefst. Höfum samtalið á meðan framkvæmdatíma stendur. Tökum samtalið að loknu verki. Þannig getum við lært hvert af öðru. En ég er með marga aðra punkta en ég ætla ekki að taka allan tíman, það er spurningum að halda áfram. Þetta.
Ég tek alveg undir með fræðsluna, það lykilatriði og það líka, við höfum kannski verið að einblína of þröngan hóp og við þurfum að útvíkka það. Og við, hjá Vinnueftirlitinu, við höfum verið að leggja áherslu á auknu samstarfi, það það sem við náttúrulega erum líka algjörlega komin inn á, samstarf bara lykilatriði til að ná árangri og sérstaklega í svona samfélagi, litlu samfélagi sem við búum í, þannig að við þurfum að byggja þeirri þekkingu sem til, þess vegna fagna ég því að þeir voru tilbúin að koma hingað til okkar og eiga þetta samtal. Og það bara lykilatriði og það líka, eins og ég segi, Guðrún, ég samla, við þurfum að ná til hönnuðana líka. Við höfum kannski verið bara svolítið að einblína á framkvæmdina og þar játa ég bara líka hjá okkur. Við þurfum að hugsa þetta í víðara samhengi. Það alveg hreinu. En Elías, gjörðu svo vel. Já, þú baðst okkur að nefna mögulega dæmi og störfum okkar. Og við höfum gert það fótt staðlað í útboðsgögnum gagnvart framkvæmdaraðilum að gera heilbrigðis- og öryggisáætlun og skipa samræmingaraðila og annað. Þetta bara staðlað, við erum með sér öryggishandbók umhverfis- og skipulagssvið til þess að nefna dæmi, en það sem kannski hefur ekki ratað eins formlega inn í ferli okkar en þó gert að gera þessar öryggishönnun á undirbúnings- og hönnunarstigi og það sem athyglisvert við þetta, við undirbúning þessara málstofu í dag, þá fór ég að rýna hvað innihaldið það sem ég ræði sérfræðinga eins og Önnu eða frá öryggverkfærastofu, að þar fókusinn á notendana, eftir að mannvirkið tekið notkun. Ég gat ekki lesið því ég rýndi hratt í gegnum þessar öryggishannanir, greinargerðir sem eru ekki gerðar í öllum tilvikum, en í nokkuð verkefnum það gert og þar sér maður það aðeins verið að skoða með tillit til notendana og það líka, eins og þú nefndir, Anna, kemur manni eiginlega stöðugt óvart hvað hönnuðir og til dæmis arkitektar, hvað þeir eru illa upplýstir oft öryggis, til dæmis bara fallvarnagler, valglerja með tillit til fallhættu og öryggismála. Við erum náttúrulega með leikskóla og grunnskóla og slíkt á borginni, þar sem þetta mjög mikilvægt að þessi atriði séu nægi. Og þrátt fyrir að við ráðum til okkar sérfræðinga að þá virðist þetta oft vera erfitt að menn fylgja þessu eftir. Þannig að þekkingin á þessum málaflokki virðist ekki nægilega góð hjá hönnu, og þrátt fyrir að við ráðum sérstakan aðila til þess að stundum finnst mann þetta líka glópa. Ég held að þessi ástæðan sé svo einmitt að þetta bara svo lítið praktísera á hönnunastiginu. Þess vegna eru bara hönnuðir ekki alveg þjálfaðir í að hugsa þetta. Og þannig að þetta ekki bara að Vinnueftirlitið sé ekki með samtal við hönnuðina, heldur hönnuðin þurfa líka að vera tilbúin í þetta samtal. Og ég held að þetta þurfa að byrja í einhverjum hænuskrefum að koma þetta yfir á hönnunastigið og þjálfa hönnuði upp í að hugsa líka öryggis- og heilbrigðismál. En mér finnst líka mjög athyglisvert að tengja þetta saman við byggingarreglugerðina og byggingafulltrúaembættið og það líka mjög áhugavert samtal. Þú veist, til dæmis, ef hlutirnir eru ekki gerðir eins og á að gera samkvæmt byggingarreglugerðinni, þá eiginlega ekkert sem stoppar þetta. Það ekkert sem stoppar, það enginn að biðja öryggis- og heilbrigðisáætlun á hönnunarstigi. Til dæmis, þó að og hún oftast ekki gerð. Hún því miður mjög oft ekki gerð. Þetta eins og núna eru til dæmis hljóðhönnur eiga skilin greinargerð og brunahönnur á byggt á kviðteikningar. Það ekki bara eðlilegt að það verði bara checkbox hjá yfirferð til byggingafulltrúa búið að gera þessa greiningu með tillit til öryggismála? Algjörlega, það eru kaflar í byggingarreglugerðinni framkvæmdastigi. Það eru kafli í byggingarreglugerðinni heilbrigðismál og umhverfismál. En þetta oft ekki sett inn í byggingarlýsinguna á aðalögdráttum. Þetta ekki að gera grein fyrir þessu þegar þú fær byggingarleyfi til að hefja framkvæmdina. Þannig að það enginn að byrja þetta. Mér finnst stundum eins og öryggis- og heilbrigðismál á hönnunarstigi séu svolítið á gráu svæði á milli byggingarreglugerðarinnar og svo reglugerða Vinnueftirlitsins. Það mín tilfinning. Já, en nú eigum við Vinnueftirlitið í mjög góðu samstarfi við byggingafulltrúa, þannig að þetta eitthvað klárlega sem mjög auðvelt að taka upp. Við erum í góðu samstarfi við alla byggingafulltrúa á landinu, þannig að þetta eitthvað sem klárlega hægt að kippa í liði. Leó, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir.
langar að segja frá því að það var áhugavert að ég tók þátt í umræðu í gær á annarri málstofu sem var haldin í Bretlandi hjá IOS sem er Institutional Occupation Safety and Health í Bretlandi, sem ég sagði áðan stærstu aðila samtök í vinnuvernd. Og það áhugavert að heyra að við erum að ræða með svipað hlut þar og hér, þó svo að þeir séum kannski komið aðeins lengra. En það var mikilvægi þessara samskipta, allra hagsmunaaðila strax á undirbúningsstigi, sem er svo mikilvægt. Og allir setja þess að borðinu og væntingarnir séu á hreinu. Að væntingar verkkaupa til til verktaka, þeir sem að framkvæma verkið, og svo aftur notenda, að þetta sé mjög vel sett fram á. Þannig að það sé ekki misskilningur eða menn eru ekki fylgið því sem þarf að fylgja eftir. Og svo hitt kannski er þetta að varðandi byggingarreglugerðina og varðandi stundum er þessi greiningin til staðar og stundum ekki. En eins og ég varpaði hérna fram á spurningunni, hver á að framfylgja því? Þetta setjast það. Er það á hreinu? Er það byggingarfulltrúi? Er það vinnueftirlitið? Ég langar svolítið að varpa því fram hér. Ég skal aðeins svara þessu, að rauninni byggingarfulltrúar, þeir eru að kalla eftir gögnum á grundvelli byggingarreglugerðarinnar, en hins vegar eru við yfirfæra teikningar vegna atvinnuhúsnæðis, þannig að mér finnst þetta eðlilegt að þetta gæti fylgt með. Þannig að við getum farið yfir þessar greinargerðir alveg svo við erum að fara yfir teikningar. Þetta geti alveg farið saman, en sjálfsög ég ætla ekki að taka hana afstöðu hér, en þetta er alveg klárlega eitthvað sem við þurfum að skoða. Greinargerðin á náttúrulega aðstöðu skilja hver er áhættan, hver eru forvarnirnar sem búið að fara með yfir þessi teikningar. Svo að þessi minni vinna var til að fara inn í teikningar en til að væri ella. Algjörlega, og þetta er eitthvað því allt sem er vel undirbúið, að það þetta opinbera ferli sem margir er ekki alveg sáttir við, að það gengur hraðar ef það er undirbúningurinn góður. En Snæfríður, ef þú vilt koma aðeins inn í umræðina og svo Friðrik. Já, takk. Bara frábært að vera einn dag og bara loksins að þessi hópur sé saman komin, þá áður nú hafið þetta aðeins. En það er svo frábært að heyra, það er allir sammála hvert við viljum fara og við erum öll á sömu leið og þess vegna langar mér svo að taka samtali áfram, hvernig getum við svo tekið næstu skref, við erum öll algjörlega sammála hvað þarf að gera og þá er svona, það sem mér finnst mikilvægt í þessu og hefur komið fram, það er menntunin, hvernig ætlum við að huga því og líka bara hvernig ætlum við að bjóða upp á betri sérfræðinga líka, bæði hönnuðina og sérfræðingana. Af því að það eru allir að vilja gerðir, nú kemur inn í mörg ólík fyrirtæki, það eru allir að vilja gerðir að gera hlutina upp á 120%, en það vantar tækin og tólin og þekkinguna. Og svo er náttúrulega bara sem liggur í loftinu er þessi endurskoðun á byggingarreglugerðinni. Eins og Anna bendir á, hún er náttúrulega bara orðin gömul, hún er úrelt og þá þarf að endurskoða hana. Og ég held að það sé mikilvægt í því ferli að þessir aðilar, fagaðilar og úr feltinu komi líka að þeirri vinnu og það er kannski átt samtal líka það sé möguleiki að það verði gert, þetta verði unnið í samvinnu. En þú ert að vísa til reglugerðina okkar frá 96. Já, reglugerðin. Já, ég verð bara að koma þeim ábendingum til ráðuneytisins en við erum til. Já, og það er venja að reglugerðir á þessu sviði eru unnar í samvinnu við allavega þá samtök alveg vinnumarkaðarins og þá hugsanlega fleiri. Þannig að það er, það sé alveg menn eru opnir fyrir því, eða menn og konur. Algjörlega og ég held að það sé mikilvægt og við erum að bera kennsla á svona bara praktísk atriði og svo Anna var að nefna með hvenær er tilkynnt með framkvæmdina, þá er hönnin runni búin, bara það atriði myndi breyta gríðarlega miklu. Þannig að þá er bara svona praktísk, hvernig getum við gert það? Og við mögum heldur ekki að gleyma því að reglugerðin fékk skýrari lagastoð 2018 og þá var þessi til dæmis tilkynningaskylda bara, hún var lögfest í fyrsta skipti. Hún hafði áður eingöngu verið í reglugerð og menn hafðu skipt skoðanir á því, eða fólk hafði skipt skoðanir á því lagastofuna, en það var alveg gert skýrt með lagabreytingum 2018, þannig að það er komið, þannig að við getum bara haldið áfram vinnunni, það er ekki spurning. Friðrik? Já, við megum ekki gleyma því að það eru mjög fáir innan byggingar og mannvirkjageirans
sem veit raunverulega hvert hlutverk hans. Og það eins og ég hef oft sagt, sko, byggingarstjórar, flestir, stórt tekið til orða, vita ekki hvers ætlast til að þeim. Þetta þarf að fara gegnum allan bransan. Hönnuði, byggingarstjórana, hönnuði og hönnunarstjóra, ekki gleyma því, og byggingarstjórana og yfirmeistarana. Þetta þarf að fara meira fræðsla og fræðsla. Það verður að gerast. Varðandi tilkynnt, þá sit ég nú í vinnuverndarráði hjá Ver og ég búinn að benda á það þar að það að komast í loftsins svokölluð mannvirkjaskrá. Og ég hef bent og ég veit að Ver búið að hefja samtal við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að með einhverjum hætti getið á Ver séð búið að framkvæma áhættugreiningu sem leiðir til öryggis- og heilbrigðisáttunar. Þetta þyrfti ekki að vera nema einn glugginn viðbót sem að þá haka í. En þessi mannvirkjaskrá, ég hef miklar væntingar til þessara mannvirkjaskrá. Það semstu leiðabúið að hanna mannvirkið, byggingarleyfið út, þá skráist það í þessa mannvirkjaskrá og hún verður opinber með öllum þeim hönnunargögnum, skráningartöflum og annað slíkt, þannig að aðalega geta fara og skoða það. Og tala gema, þá get ég hægt að keyra á telja. Mjög mikilvægt. En síðan gleymum við alltaf, og ég ekkert saklaus af því, að við gleymum alltaf, hvað með almenningi? Hvað með þennan bara almenna hugsanlega húsbyggjanda sem ætlar að byggja sitt eigið einbýlishús? Hvað veit hann? Hann sækir lóð. Hann veit ekkert hver næstu skref ekki hægt að bara sameinast að búa til góðan bækling. Ég, Friðrik Ólafsson, ég fæði lóð, ég þessi sveitarfélagi og ég fæði bara gátlista. Hver næstu skrefin? Og þá ekki gleyma áhættugreiningu sem leiðir til öryggis- og heilbrigðisáttunar. Þetta bara einn liðurinn í þessu. Ég varð að koma þessu á framfæri. Hann verkefni, hann alla ábyrgð. Ef einhver slasast vegna þess að það verið að byggja einbýlishús hans, hann ábyrgð á því. Já, samkvæmt lögum mannvirki og byggingarreglugerð. Það verður bara henni. En þetta búið að vera mjög áhugaverðar umræður. Nú erum við að koma að lok þessa fundar. Guðrún, þú varst búin að biðja orðið til að leyfa þér að mjög stutt. Svo sláum við botninn í þennan fund. Ég held að við langar mjög mikið að sjá ef við ætlum að lyfta öryggismálunum og þessu upp á annað plan, þá þurfum við að hafa svolítið sameiginlega sýn. Við þurfum að skilja hvað við erum fást við. Og ég held að við þurfum að hafa umhverfi, ef við hugsaum bara eitt ekki framkvæmt, þetta bara svona svo flæðilínu verksmiðju. Hún hins vegar alveg rosalega flókin og hún snertir fleiti við alls konar reglugerðir og þetta reglugerðavæddasta bara bransi í öllum heiminum, byggingageirinn. Og á þessari ferð þá þurfa að vera hlið sem stoppa þig af þegar þú ert ekki búin að uppfylla það sem þarf, samkvæmt lögum og reglum. Það þurfa að vera viðurlög ef þú síðan uppfyllir ekki það sem þú segist ætla að gera, en við þurfum líka að hafa gulrætur á leiðinni. Og ég myndi vilja sjá hreinlega bara upp á vegg. Það væri bara lína sem sýnir frá upphafi til enda, hérna eru hliðin, hérna eru viðurlögin, og mig grunar að það séu ofsalega fáar gulrætur, en ég held að getum búið þær til. Vegna þess að hinn almenni verktaki, umræðan öryggismál kemur yfirleitt í fjölmiðlum út af neikvæðri umfjöllun, út af því að það var slys að koma eitthvað upp á. Hugsaðu hvað væri frábært, af því að það eru svo margir aðilar sem að standa sig svo afburða vel. En þeim væri hampað opinberlega. Það fyrirmynda fyrirtæki í öryggismálum. Já, og þar komum við Stofnun og fleiri. Og þar komum við að þessu mikilvæga, ávinningnum. Það svo mikil ávinningur að huga þessum málum þegar á hönnunar og undirbúningsstigi og svo alla leiðin í gegn, algjörlega sammálaðir. En við verðum því miður að ljúka þessu í dag og þetta búið að vera mjög góð umræður og ég ætla að leyfa mér ég þakka ykkur fyrir þátttökuna í panelinum og ykkur sem heima sitjið, að þá vil ég segja það að við allavega hjá Vinnueftirlitinu, við lítum á þennan fund sem bara gott upphaf af samvinnu, ólíkra aðila, hugsanlega ykkur fleiri sem vilja vera með okkur og það bara frábært, af því að ég held að það bara skiptir rosalega miklu máli að við náum bara góðri og breiðri samstöðu þessi mál með
ýmsum aðilum og þar ekki síst til, eins og nefndi Friðrik oft með fræðsluna, þar þurfum við að fá til okkar jafnvel háskólana, því að þar eru ákveðin hluti sem að starfi í þessu og svo framhaldsskólana og aðra, tækniskóla, þetta skiptir ofboðslega miklu máli. Þannig að ég vil líta það að þetta er upphafið og við höldum áfram til hagsbóta fyrir alla og ekki síst við erum með þann ásetning að tryggja að allir komi heilir heim. Og bara ég þakka ykkur fyrir og njótið dagsins. Takk fyrir.